Engan sakaði þegar öflug sprenging varð í bílskúr í Kópavogi í dag. Talið að kviknað hafi í bensínmettuðu lofti þegar sportbíll var settur í gang. Mikið var að gera á bráðamóttöku Landspítalans í nótt vegna fólks sem þjáist af kvíða og sjálfsvígshugsunum. Margir upplifa mikla einsemd á jólunum, segir framkvæmdastjóri Rauða krossins. Japanir ætla að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni aftur á nýju ári. Stjórnvöld tilkynntu úrsögn Japans úr alþjóða hvalveiðiráðinu í dag. Innan við 20 manns hafa nú vetursetu í Árneshreppi og þar af eru 2 undir 60. 10 manns fluttu úr sveitarfélaginu í haust og íbúi segir að búseta verði æ erfiðari. Þúsundir hafa sótt sér aðstoð og félagsskap hjá hjálparsamtökum þessi jólin. Auðvelt er að finna sjálfboðaliða enda vilja allir hjálpa náunganum á þessum árstíma, segir fjármálastjóri Samhjálpar. Gott kvöld. Mikil mildi þykir að ekki fór verr þegar sprenging varð í bílskúr í Kópavogi síðdegis í dag. Hvellurinn var öflugur enda bárust neyðarlínunni fjölmargar tilkynningar atvikið. Talið er næsta víst að húsráðandi hafi verið að gera við sportbílinn í bílskúrnum og ekki gert sér grein fyrir því að loftið væri orðið bensínmettað þegar hann setti bílinn í gang. Töluvert tjón var af sprengingunni en engan sakaði. Eigandi sportbílsins vildi ekki láta flytja sig á slysadeild. Hann var kannski á besta stað, hann var satt inn í bílnum og var að starta honum. Sprengingin var það öflug allavega að hlaða niður milliveggir. Þeir brotnuðu og gengu til, meðal annars þarna milliveggur sem liggur inn í barnaherbergi, gekk og féll þar inn og innréttingar og rúður sprungu úr húsinu. Nágrannar höfðu aðstoðað manninn við að slökkva eldinn þegar slökkvilið bar að garði en lið frá 2 stöðvum var sent á vettvang. Aðallega þurfti að ganga úr skugga að engar glæður leyndust í skúrnum. Þarna var eldsneyti haft hönd við að koma bílnum í gang og gufurnar frá því geta verið stór varasamar í lokuðu rými og þarna þarf sem sé að lofta út mjög vel, opna bílskúrshurðina alveg upp á gátt. En það er alltaf vandmeðfarið að fara með eldsneyti í svona lokuðu rými. Töluvert fleiri hringja í hjálparsíma Rauða krossins yfir hátíðarnar en aðra daga og fleiri glíma við sára einsemd, segir framkvæmdastjóri Rauða krossins. Nóttin var annasöm á bráðamóttöku Landspítalans vegna fólks sem glímdi við kvíða og sjálfsvígshugsanir. Hjálparsími og netspjall Rauða krossins taka á móti fleiri en 15.000 símtölum á ári við fólk sem hefur samband. Þar af eru 700 símtöl tengd sjálfsvígum. Jólin eru ástíðabundin álagstími hjá hjálparsímanum en þar starfa yfir 100 sjálfboðaliðar. Það er töluvert meira hringt inn og meira haft samband við okkur á netinu, á netsamtalinu og við finnum alveg fyrir því en síminn er opinn allan sólarhringinn þannig að samkvæmt okkar mælingum núna þá er meira haft samband við okkur. Fleiri símtöl snúast einsemda á jólunum. Fleiri símtöl snúast einmanleika. Fólk er daburt, það er eitt heimi hjá sér eða hefur ekki tengslum neina í fjölskyldunni, getur ekki talað sína líðan. Fjölskyldur standa nokkuð þétt saman en það eru margir sem að standa fyrir utan þétt fjölskyldunet og vini. Og það er svona, hefur kannski verið svolítið viðhorfa að þeir sem eru einmana þeir hafa bara ekki drifið sig út og haft samband við einhvern, en það er bara ekki svo einfalt. Sömu sögu er að segja af bráðamóttöku Landspítalans. Þar hefur verið rólegt yfir hátíðirnar fyrir utan síðustu nótt. Þá kom talsvert af veiku fólki en einnig einmannafólki að sögn bráðalæknis. Jólin séu fjölskylduhátíð og þá finni fólk sterkar fyrir einsemd. Búðir séu lokaðar, fáir á ferli og fólk upplifir sig frekar eitt. Þetta er eitthvað sem við sjáum oft. Þá kemur fólk inn og talar við okkur og tjáir okkur sína vanlíðan. Ef fólk þá er með kvíða eða jafnvel með sjálfsvígshugsanir eða hefur verið að íhuga að taka ofskammta lyfja að þá er betra að koma til okkar og sé hægt að vonandi að vinda ofan af hlutunum heldur en að fara í óefni. Það er sár einmanleiki sem við erum að kljást við en gott samtal getur gert kraftaverk í rauninni. Japanir ætla að hætta í alþjóða hvalveiðiráðinu í lok júní á næsta ári og hefja hvalveiðar í atvinnuskyni á ný. Hvalveiðiráðið lagði bann við slíkum veiðum árið 1986.
Fjölmiðlar eystra greindu frá því að formleg ákvörðun að hætta í ráðinu hafi verið tekin á ríkisstjórnarfundi í morgun. Talsmaður stjórnvalda staðfesti þetta og tilkynnti að úrsögnin taki gildi 30. júní. 持続可能な商業捕鯨の実施を目指して30年以上にわたり解決策を模索してきました。しかしながらクジラ資源の保護のみ重視をする国々からの歩み寄りは見られず。 Ákvörðunin kom alþjóða hvalveiðiráðinu ekki á óvart. Japanar hótuðu að segja sig úr ráðinu í september eftir að tillögu að ríkið fengi að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni að nýju var hafnað. Alþjóða hvalveiðiráðið var stofnað til þess að vernda hvali og hafa stjórn á stærð hvaldýrastofna. Tímabundið bann var lagt á hvalveiðar í atvinnuskyni fyrir rúmlega 30 árum eftir að nokkrar tegundir urðu nær útdauðar. Það bann enn í gildi. Japanir segja að sumar tegundir hafi náð að fjölga sér þannig að hægt sé að veita leyfi fyrir veiðunum aftur. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, sagði í samtal við fréttastofu að ekki hafi komið til tals að fara fordæmi Japana hér á landi. Þá sagðist hann hafa skilning á ákvörðun stjórnvalda í Tókjó. Sumarbústaður brann til kaldra kola í Hafnarfirði snemma í morgun. Engan sakaði en grunur að kviknað hafi í út frá kamínu. Bústaðurinn var í litlu sumarbústaðahverfi í Sléttuhlíð í Hafnarfirði skammt austur af Hvaleyrarvatni. Slökkviliðið fékk tilkynning eldinn rétt eftir klukkan 6 í morgun og þegar að var komið var húsið alelda. Og eins og sjá má nánast ekkert eftir af bústaðnum. Það var allt orðið aleldarinn og svona byrjaði að hrynja bústaðurinn, þannig að svo sem lítið sem við gátum gert nema að fara í einhver slökkvistörf en lítið hægt að gera, þetta allt orðið alelda. En hann var mannlaus? Já, það talar hann var mannlaus, já. Og það var ekkert við neitt ráðið þarna? Nei, í raun og veru ekki. Þetta var bara svona að passa umhverfið og þess háttar. Hvernig gekk svona slökkvistarfið? Þetta var svolítið erfitt eftir allt var hrunið og við endum á því að kæfa þetta bara með froðu. Það var svona eina leiðin til að slökkva þetta. Það þurfti að flytja eitt slökkviliðsmann á slysadeild, ekki satt? Ég held svona mann hafi runnið eitthvað til og bakið á honum eitthvað tjónast. Ekkert alvarlegt? Nei, heldur ekki. Hafa menn einhverja hugmynd eldsupptök? Það er náttúrulega eftir að rannsaka það allt saman. Svona það sem maður heyrði af reykkornum sem voru þarna fyrstir að kamína eldur þar mikill, það er svona grunur það en þetta er allt bara getgátur eins og staðan í dag. Fjöldi fólks fékk aðstoð hjá hjálparstofnunum fyrir jólin og 150 snæddu hádegisverð hjá Samhjálp í dag. Að sögn fjármálastjóra Samhjálpar auðvelt að finna sjálfboðaliða jólin, enda vilji allir hjálpa til á þessum árstíma. Hjálparstofnanir víða land hafa hjálpað þeim sem þurfa jólin. Mæðrastyrksnefndir veita aðstoð fyrir hátíðirnar og sem dæmi bárust mæðrastyrksnefnd í Kópavogi 170 umsóknir aðstoð. Anna Kristinsdóttir, formaður nefndarinnar, segir að hópurinn sem þiggja aðstoð hafi breyst. Meira sé öryrkja, eldri borgara og unga einstæða foreldra. Undir þetta tekur formaður fjölskylduhjálpar, en samtökin hjálpuðu 2200 manns fyrir jólin, þar af rúmlega 800 fjölskyldum. Jólin voru einnig haldin eins hátíðleg og hægt var í Kvennaathvarfinu, þar sem 20 konur og börn eru skráð í húsinu. Þá voru 100 manns í mat á kaffistofu Samhjálpar á aðfangadag. Það örlítið fleiri hjá okkur í dag, en það svona kannski bara venjulegur sunnudagur hjá flestum. Þannig að við vorum með rúmlega 150 manns í dag að við höldum. Finnst þér vera fleiri í ár heldur en í fyrra? Þetta er óskup svipað. Því miður, það virðist eiginlega vera að til okkar sækir svolítið sami fjöldin og fá svona efnahagsástandi í þjóðfélaginu, því miður. Til Samhjálpar sækja heimilislausir, fólk sem í óreglu, fátækt fólk, flóttamenn og hælisleitendur og einnig þeim sem eru félagslega einangraðir. Það er frekar meir það, já, því miður. Það eru margir sem koma hérna í morgunkaffi og þetta er kannski þeirra eina leið til að eiga mannlegum samskiptum daginn. Þau hjálparsamtök sem fréttastofa ræddi við í dag eiga það sameiginlegt að fá aðstoð frá fyrirtækjum og einstaklingum sem gefa mat, peninga og gjafir. Sjálfboðaliðar leggja einnig hönd á plóg til að sem flestir hafi það gott yfir hátíðirnar. Það er mjög auðvelt að manna jólin með sjálfboðaliðum. Það er strax í byrjun desember byrjar fólk að hringja til okkar og bjóða fram aðstoð sína. Og það er nóga fólki sem vil hjálpa? Það er nóga fólki sem vil hjálpa og við gleðjumst yfir því og við þökkum öllum sem vilja aðstoða okkur af einlægni. Skelfing greip sig á vesturströnd Sikileyjar í nótt þegar snarpur jarðskjálfti reið þar yfir. Hátt í 30 eru særð. Jarðskjálftinn var 4,8 að stærð og sá stærsti til þessa í skjálftahrinu sem fylgt hefur eldgosi í fjallinu Etnu sem hefur gosið síðan á aðfangadag og gís enn.
Talsvert tjón varð á mannvirkjum og minnst 28 eru særð, þó engin lífshættulega. Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum var 8 manni bjargað úr rústum heimilisins. Talsverð skelfing greip sig þar sem skjálftinn var hvað mestur. Margir þustu út á götur þegar hann reið yfir klukkan rúmlega 3 í nótt. Eldfjalla- og náttúruvarfræðingar á Ítalíu fylgjast grannt með þróun mála. Einn þeirra sagði við fjölmiðla í dag að skjálftavirkni vegna eldgosa sé engin nýlunda á þessu svæði. Umfang og styrkur skjálftanna sé hins vegar ókveikjandi. Sismicità che è accompagnata anche da deboli deformazioni del suolo, quindi è chiaro che in questo momento c'è un processo in atto. Come si evolverà questo processo non lo sappiamo. Við getum ekki sætt okkur við tafir á samgöngubótum á meðan við horfum á samfélagið hrynja til grunna, segir oddviti Árneshrepps. Innan við 20 manns búa nú þar allt árið. Það eru fá ljós í gluggum í Árneshreppi. Þótt 40 manns eigi þar lögheimili, eru innan við 20 manns þar í vetur. Það náttúrulega fækkað mikið, fækkað undanfarna árum og einnig í haust, töluvert mikið, 10-12 manns sem hafa flutt í burtu. Þetta náttúrulega verður alltaf erfiðara og erfiðara. Versluninni var lokað í haust og skólinn var ekki settur. Eina barnið í sveitafélaginu sækir skóla á Drangsnesi. Aðeins 2 undir 60 hafa fasta búsetu í sveitinni. Þetta auðvitað fyrst og fremst sauðfjársveit og þá hverjar eru aðstæður fyrir ungt fólk til að hefja búskap og það orðið mjög erfitt. Það er rosalega dýrt að kaupa jörð og kaupa allar vélar og það að taka ákvörðun að gera þá á stað sem er kannski að fara í eyði er eiginlega bara of stórt skref fjárhagslega fyrir fólk. Íbúar telja marga þætti orsaka fólksfækkun en flestir telja slæmar samgöngur helstu ástæðuna. Vegurinn norður í Árneshrepp er ekki ruddur frá janúar fram í mars og íbúar lokast því inni. Það vill enginn á 21. öld vera inn í sveitafélagi sem er lokað af. Íbúar kalla eftir því að einangrunin verði rofin, enda sé það brýnna nú en áður þegar ekki er verslun í sveitafélaginu. Íbúar í Árneshreppi kalla eftir heilsársvegi hér Veiðileysuháls. Framkvæmdin er í samgönguáætlun en hefur ítrekað verið frestað. Það er bara ekkert kostur sem við getum sætt okkur við þegar við erum það bil að sjá þetta samfélag hrynja til grunna. Milljónir íslenskra ljósmynda í eigu íslenskra safna mega nú birtast á netinu eftir að samningur þess efnis var undirritaður. Tímamótasamningur, segir formaður Myndstefs. Mikill fjöldi ljósmynda og myndverka í eigu íslenskra safna. Hingað til hefur ekki verið heimilt að birta myndirnar eða myndir af verkum á netinu nema með sérstöku leyfi. Á 5. undirrituðu menntamálaráðherra Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Íslands samning við Myndstef birtingu og safnkosti safnanna á Sarpi sem er menningar sögulegt gagnasafn. Allar myndir, milljónir mynda eftir listamenn landsins, menningararfinn okkar, Þjóðminjasafninu og Listasafn Íslands. Þetta má allt fara út á netið. Hafi viðkomandi listamaður eða aðstandandi hans hins vegar ekki áhuga á myndir fari á netið, verði orðið við því og því séum eins konar ætlað samþykki að ræða. Ragnar á von á því að flest önnur söfn landsins undirriti samskonar samning í framhaldinu, svo allur þeirra safnkostur geti líka farið á netið. Ég held að þetta séu allt upp í 20 milljónir mynda. Allt í allt á öllu söfnum. Hvaða máli skiptir svona samningur? Þetta skiptir náttúrulega fyrst og fremst listamenn máli að þeirra verk komist út á netið, það setur notað í kennslu og svo skiptir þetta bara fólki í landinu máli að geta bara farið inn á netið og skoðað hvað er til í söfnunum. Ragnar segir að söfnin séu þegar byrjuð að setja myndir inn á vefinn sem sé hins vegar mikil vinna. Er þetta tímamótasamningur? Já, tvímælust. Sinni siður í landi hverju hátíðarnar. Á meðan sumir fá sér jóladífu í köldu vatni, baða aðrir sig upp úr snjó. Í Berlín í Þýskalandi skellti vaskur hópur fólks sér í ískalti jólabað á jóladag. Vatnið var aðeins 4 gráður en það kom ekki að sök. Sumir hikuðu ekki við að henda sig til sunds oftar en einu sinni. Kein Frost, kein Schnee, kein Eis. Ich gehe gleich noch morgen. Þó ekki hafi snjóað á sundkappana í Berlín var að annað upp á teningnum í dýragarðinum í Washington í Bandaríkjunum. Það voru líklega fáir ánægðari með snjóinn en þessi risapanda sem réði sér ekki fyrir kæti og rúllaði sér fram og tilbaka í snjónum tímunum saman.
aftur hingað heim. Charlie Chaplin og Adolf Hitler vakna til lífsins á stóra sviði Þjóðleikhússins í kvöld þegar ný leikgerð af kvikmyndinni Einræðisherranum verður frumsýnd. Verkið, sem jólasýning leikhússins, óður til meistaraverks Chaplins en vísar leið mikið til samtímans. Jóhann Bjarni Kolbeinsson, fréttamaður, í Þjóðleikhúsinu. Jóhann Bjarni, það korter í það að sýningin hefjist. Eru menn ekki orðnir stressaðir? Já, það ekki laust við að sé smá fiðringur hérna baksins, en það ansi stutt í frumsýningunni eins og segir og fólk svona það bil að byrja að tínast í salin, en ef mér skjátlast ekki þá aðalleikari sýningarinn staddur hérna hjá okkur. Já, Siggi, hvernig líður þér? Þetta svona kokteil af alls konar tilfinningum, þetta svona kannski fyrst og fremst þetta eftirvænting og ánægja, en það svona smá dass af svona fiðringi og stressi og því sem því fylgir, en fyrst og fremst þetta bara tilhlökkun. Hvað þessi sýning í stuttu máli? Í svona stuttu máli fjallar þetta hann Hingel sem einræðisherra og rakaran sem gyðingahættum og undirliggjandi seinni heimsstyrjöldin, hvorki meira en minna, þannig að það mikið ílagt. Það mikið fjör í þessari sýningu, þú ert á stöðum hlaupum, þarft að skipta oft búninga, þetta ekkert erfitt? Já, þetta tekur á, ég neita því ekki, þetta er skemmtilega áreynsla, hérna svona hluti af búningasafninu, ég þarf að skipta svona 25 sinnum búning, en það það minnstæði sýningunni, ég bara gaman að því, gott á mig. Herðu, ég ætla að hleypa þér að sýna, það eru fleiri leikarar hérna, við skulum aðeins kíkja á þá, Ilmur og Gói, að frumsýnum jólin, hvernig þetta, þurfuð að borða minna hangikjöt og svona? Nei, þetta yndislegt, við erum svona alltaf á tvöföldum æfingum og það ekkert að borða, maður bara grænist og grænist, það æðislegt. Algjör lúxus, þetta lúxus og gaman að eyða jólunum með frábæru samstarfsfólki, sko. Segðu þið. Ilmur, ég frétta að þú lent í smá slysi, getur þú sagt aðeins frá því á æfingunum? Já, ég lenti ekki í slysi, ég slasaði mann. Það var óvart. Geturðu sýnt okkur hvað gerðist? Já, sko, ég var með þessa pönnu, var að lemja hann Góa. Ilmur? Já. Og það svo rétt hann svona hratt frá mér og sló propsarann í andliti og hann fekk glóðarauga og smá blóð. Já, bara ekkert smá blóð, það bara kom skurður og bara blæddi. Jú, þetta var bara agalegt, sko. Þetta var agalegt, reyndar. Einmitt það, heyrðu, ég held við látum þessu bara lokið hérna úr Þjóðleikhúsinu áður en að fleiri slasast. Og þá að veðrinu. Snýst í suðvestanátt með smá skúrum eða slydduélum vestan til á landinu í kvöld. En léttir til fyrir austan í nótt og vægt frost í innsveitum. Gengur í suðaustan 10 til 15 metra á sekúndu með rigningu á morgun, en hægari vindur verður og þurrt norðaustan til framundir kvöldið. Hiti að 7 stigum hlýjast síðust. Og þá ætlum við að rífa upp það sem var helst í þessu fréttatíma. Engan sakaði þegar öflug sprenging varð í bílskúr í Kópavogi í dag. Talið að kviknað hafi í bensínmettuðu lofti þegar sportbíll var settur í gang. Mikið var að gera á bráðamóttöku Landspítalans í nótt vegna fólk sem þjáist af kvíða og sjálfsvígshugsunum. Margir upplifað mikla einsemd á jólunum, segir framkvæmdastjóri Rauða krossins. Japanir ætla að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni aftur á nýju ári. Stjórnvöld tilkynntu úrsögn Japans úr alþjóða hvalveiðiráðinu í dag. Innan við 20 manns hafa nú vetursetu í Árneshreppi og þar af eru 2 undir 60. 10 manns fluttu úr sveitarfélaginu í haust og íbúi segir að búseta verði erfiðari. Það var þessum fréttatíma lokið. Við munum á veðurfréttir hér strax á eftir. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 og alltaf á ruv.is. Verið þið sæl.